Bréf Páls til Rómverja. Kveðja. Fyrsti kafli. Pál heilsar yður, þjónn Jesú Krist, kallaður til postula, kjörinn til að boða fagnaðerindi Guðs, sem hann gaf áður fyrirheitum fyrir munn spámanna sinna í helgum ritningum. Fagnaðarerindið son hans Jesú Krist, drottinn vor, sem að holdin fæddur af kyni Davíðs, en að anda heilagleikans með krafti, auglýstur að vera sonur Guðs, fyrir upprisu frá dauðum. Fyrir hann hef ég öðlast náð og postuladóm til að vekja hlýðni við trúna meðal allra heiðingjana vegna nafns hans. Meðal þeirra eru þér einnig, þeir sem Jesú Kristur hefur kallað sér til eignar. Ég heilsa öllum Guðs elskuð í Róm, sem heilagir eru samkvæmt köllum. Náð sé með yður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Fyrst þakka ég Guði mínum sakir í Jesú Krist fyrir yður alla, að því að orð fer af trúiðar í öllum heiminum. Guð sem ég þjóna í anda mínum með fagnarindunu son hans, mér vottur þess hve óaflátanlega ég minnist í þar í bænum mínum. Ég bið stöðugt það að mér mætti loks einhvern tíma auðnast ef Guð vildi svo verða láta að koma til í þar. Því ég þrái að sjá yður til þess ég fái veitt yður hlutdeild í andlegri náðargjöf, svo að þér styrkist, eða réttar sagt, svo að við getum uppörfað saman fyrir hina sameiginlegu trú yðar og mína. Ég vil ekki bræður að yður sé ókunnugt að ég hef ofsinnis ásett mér koma til yðar, en hef verið hindraður allt til þessa. Ég vildi fá einhvern ávöxt einnig á meðal yðar, eins og með öðrum heiðnum þjóðum. Ég í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo ég og fyrir mitt leyti fús til að boða fagnaðerindið, einnig yður sem eruð í Róm. Ég fyrirverði mig ekki fyrir fagnaðerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðs hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað en réttláti mun lifa fyrir trú. Reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og ránsleitni þeirra manna, kefja sannleikan með ránsleitni. Með því að það vitað verður Guð, augljóst að meðal þeirra. Guð hefur byrt þeim það, því að þið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins, með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð, en hafa samt ekki vegsama hann, eins og Guð ég þakkað honum, heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum, og hið skrinlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Þeir skiptu á vegsum til ódauðlega Guðs og myndum sem líktust dauðlegum manni, fuglum, ferfætlingum og skriðkvikindum. Þess vegna hefur Guð ofurselt á hýstum hjartna þeirra til saurlifnaðar, til þess að þeir svífustu líkami sína hver með öðrum. Þeir hafa skipt á sannleika Guðs og lyginni og göfgað og dýrkað hið skapaða í stað skaparans, hann sem blessaður að eilífu. Amen. Þess vegna hefur Guð ofurselt þá svífurlegum gindum. Bæði hafa konur breytt eðlilegum mögum í óeðlileg, og eins hafa líka karlar hætt eðlilegum mögum við konur og brunnið í losta hver til annars. Karlmennu frömdu skömm með karlmönnum og tóku út af sjálfum sér makleg málagjöld villu sinnar. Þar þeir hirtu ekki að varveita þekkinguna á Guði, og ofurseltu Guð þá ósæmilegu hugafari, svo að þeir gjörðu það sem ekki tilhlýðilegt. Fylltir alls konar ránsleitni, vonsku, ángirnd, ilsku, fullir öfundar, manndrápa, deilu, svigsemi, illmennsku. Þeir eru róberar, bakmálugir, guðshatarar, smánarar, hrokafullir, kostarar, hrekkvísir, forlöldum óhlýðnir, óskinsamir, óáreiðanlegir, kærleikslausir, miskunnarlausir. Þeir eru menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vitja að þeir slíkt fremja eru dauða sikir. Samt fremja þeir þetta og gjöra að auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. Annar kafli. Fyrir því hefur þú maður sem dæmir, hver sem þú ert, enga afsökun. Leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig. Því að þú sem dæmir fremur hið sama. Hér vitum að dómur Guðs sannarlega yfir þeim slíkt fremja.
En hugsað þú það, maður, þú sem dæmir þá slíkt fremja og gerur sjálfur þið sama, að þú fáir umflúið dóm Guðs, eða lítist fyrir þú ríkdóm gæsku hans og umburðarlyndis og langlindis. Veist þú ekki að gæska Guðs vil leiða þig til iðrunar? Með harðu þinni og iðrunarlausa hjarta safnar þú sjálfum þér reiði á reiði degi. Er réttlátur dómur Guðs verður opinber. Hann mun gjalda sérhverjum eftir verkum hans, þeim eilíft líf sem er staðfestu í góðu verki leita vegsemdar, heiðurs og ódauðleika, en þeim reiði og óvild sem leiðast af eigingirni og óhlýðnast sannleikanum, en hlýðnast ranglætinu. Þrenging og angist kemur yfir sérhverja mannsál fyrir illt fremur, yfir gyðingin fyrst en einnig hinn gríska. En vegsemd, heiður og frið hlýtur eða sérhver sá gjör hér góða, gyðingun fyrst en einnig hinn gríski, því að Guð fyrir ekki í manngreiningarálit. Allir þeir sem syndgað hafa án lögmáls munu án lögmáls tortímast, og allir þeir sem syndgað hafa undir lögmáli munu dæmast af lögmáli. Og ekki eru heyrundur lögmálsins réttlátir fyrir Guði, heldur munu gjörundur lögmálsins réttlætir verða. Þegar heiðingjar sem hafa ekki lögmál gjöra eðlisboði það sem lögmáli býður, þá eru þeir þótt þeir hafi ekki neitt lögmál, sjálfum sér lögmál. Þeir sýna að krafa lögmálsins er rituð í hjörtum þeirra, með því að samviska þeirra ber þessu vitni og hugreiningar þeirra sem ýmist ásaka þá eða afsaka. Það verður á þeim degi er Guð, samkvæmt þagnarindið mínu, er ég fékk fyrir Jesú Krist, dæmi þið dulda hjá mönnum. En nú ert þú gyðingur að nafni og styðst við lögmál og ert hreykin af Guði. Þú þekkir vilja hans og kannt að meta rétta sem máli skiptir. Þar er lögmáli fræðið þig. Þú treystir sjálfum þér til að vera leiðtogi blindra, ljós þeirra sem eru í myrkri. Kennari fávitra, fræðir og óvita. Þar sem þú hefur þekkinguna og sannleikan skýrum stöfum í lögmálinu. Þú sem þannig fræðir aðra, hví fræðir þú ekki sjálfan þig? Predikar þú að ekki skuli stela og stelur þó? Segir þú að ekki skuli dríja hór og dríju þó hór? Hefur þú anstið á skurðgóðum og rænir þó helgidóma? Hrósar þú þér af lögmáli og ofrið þó Guð með því að brjóta lögmálið? Svo er sem ritað er, nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal hengðingjana. Umskurn er gagnleg ef þú heldur lögmálið, en ef þú brýtur lögmálið er umskurn þín orðin að engu. Ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metin sem umskorinn væri. Og mun þá ekki sá sem er óumskorinn og heldur lögmálið, dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurn brýtur lögmálið. Ekki sá gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurn, sem er það hið ytra á holdinu. En sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Loftið hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. 3. kafli. Hvað hefur þá gyðingurinn fram yfir? Eða hvert er gagn umskurnarinnar? Mikið af allan hátt. Fyrst er þá það að þeim hefur trúað fyrir orðum Guðs. Hvað það? Þótt nokkri hefur einst ótrúir. Mundi ótrúmennska þeirra að engu gjöra trúfesti Guðs. Fjarri fer því. Guð skal reyna sannorður, þótt hver maður reynist legari eins og ritað er. Til þess að þú reynist réttlátur í orðum þínum og vinnir þegar þú átt mál að verja. En ef ranglæti vort sannar réttlæti Guðs, hvað eigum við þá að segja? Hvort mundi Guð vera ranglátur? Er hann lætur reiðina yfir dynja? Ég tala á mannlegan hátt, fjarri fer því. Hvernig ætti Guð þá að dæma heiminn? En verði sannleiki Guðs fyrir lygi mína skýrar honum til dýrðar, hvers vegna dæmist ég þá enn sem syndari? Eigum við þá ekki að gjöra hið illa til þess að hið góða komi fram? Sumir bera oss þeim óhróðri að við kennum þetta. Þeir munu fá verðskuldaðan dóm. Hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og Grikkjum að sök, þeir var allir undir synd, eins og ritað er. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Ekki er neitt vitur, ekki neitt sem leita Guðs. Allir þeir fallinir frá. Allir saman ófærir orðnir,
Ekki neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Opin gröf barki þeirra, með tungum sínum draga þeirra á tálar. Höggorma eitur innan vara þeirra. Munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Hvatir eru þeir í spori að úthella blóði, tortíming og eimdir í slóð þeirra, og veg friðarins þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra engin guðsótti. Þér vitum að allt sem lögmáli segir, það talar það til þeirra sem undir lögmálinu, til þess að sérhver munnur þagni og allir heimurinn verði sekur fyrir Guði. Með því að engin lifandi maður léttætist fyrir honum af lögmálsverkum, en fyrir lögmál kemur þekking syndar. Nú hefur réttlæti Guðs, sem lögmálið og spámennir vitnaðum, verið opinberað án lögmáls. Það réttlæti Guðs fyrir trúa Jesú Krist, öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinamunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, og þeir réttlætast án verðskuldina af náð hans fyrir endurlausnina, sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram, hann með blóði sínu væri sáttarfólk, þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt, því hann hafði í umborðarlindi sínu umborið hinar áður tryggðu syndir, til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Hvað þá hrósunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við ályktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn, sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna. Gjörum við þá lögmálið að engum með trúnni, fjarri fyrir því. Verð staðfestum lögmálið. 4. kafli. Hvað eigum við þá að segja Abraham, forföður vor? Hvað ávann hann? Ef hann réttlættist af verkum, þá hefur hann hrósunarefni, en ekki fyrir Guði. Því hvað segir ritningin? Abraham trúði Guði, þá reikna honum til réttlætis. Þeim sem vinnu verðlaunin, ekki reiknuð af náð, heldur eftir verðleika. Hinum aftur á móti sem ekki vinnur, en trúir að hann sem réttlætir óguðlegan, trú hans reiknuð til réttlætis. Eins og líka Davíð lýsir þann mann sælan, sem Guð tilreiknar réttlæti án tillits til verka. Sælir eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefin, og syndir þeirra huldar. Sælir sá maður sem drottin tilreiknar ekki synd. Nær þá sælubúin þessi aðeins til umskorna manna, eða líka til óumskorna. Við segjum, trúin var Abraham til réttlætis reiknuð. Hvernig var hún þá tilreiknuð honum? Umskornum eða óumskornum? Hann var ekki umskorinn, heldur óumskorinn. Og hann fekk tákn umskornarinnar sem staðfestingu þess réttlætis af trú, sem hann átti óumskorinn. Þannig skildi hann vera faðir allra þeirra sem trúa óumskornir, til þess að réttlæti tilreiknist þeim, og eins faðir þeirra umskornum manna, sem ekki aðeins umskornin heldur fetaveg þeirra trúar, ef faðir vor Abraham hafði óumskorinn. Ekki var Abraham eða niðjum hans fyrir lögmáli gefið fyrirheitið. Hann skildi verða erfingi heimsins, heldur fyrir trúar réttlæti. Ef lögmálsmennirnir eru erfingjar, trúin ónýtt og fyrirheitið það engu gjöst. Því að lögmáli vekur reiði, en það sem ekki lögmál, þar ekki heldur lögmálsbrot. Því fyrirheitið byggt á trú, til þess að það sé af náð, og megi stöðu standa fyrir alla niðja hans, ekki fyrir þá eina sem hafa lögmálið, heldur og fyrir þá sem eiga trú, Abrahams. Hann faðir vor allra. Eins og skrifað stendur, föður margra þjóða hef ég sett þig. Það hann frammi fyrir Guði sem hann trúði á, honum sem lífgar dauða og kalla fram það sem ekki til, eins og það væri til. Abraham trúði með von, gegn von, hann skildi verða faðir margra þjóða, samkvæmt því sem sagt hafi verið. Svo skal afkvæmið þitt verða, og ekki veiklaðist hann í trúnni þótt hann myndist þess að hann var komin að fótum fram. Hann var nálega týraður, og að Sara gat ekki orðið barnshafandi sakir elli.
Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess fullis að hann máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Fyrir því var honum og til réttlætis reiknað. En að það var honum tilreiknað, það var ekki ritað hans vegna einungis, heldur líka vor vegna. Oss mun það tilreikna verða sem trúum á hann, sem uppvakti Jesú, drottinn vor, frá dauðum. Hann sem var framseldur vegna misgjörða vora og vegna réttlætingar vora uppvakin. 5. kafli. Réttlætir af trú höfum vér því frið við Guð fyrir drottinn vor Jesú Krist. Fyrir hann höfum vér aðgang að þeirri náð sem vér lifum í og vér fögnum í vonum dýrð Guðs. En ekki það eitt, vér fögnum líka í þrengingunum með því að vér vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði fullreind, en fullreindin von. En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs úthellt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss gefin. Meðan vér enn vorum óstyrkir, tók Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góða mann kynni eftir einhver að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáin meðan vér enn vorum í syndum vorum. Það sem vér nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Því að ef vér vorum óvinnur Guðs og erum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum vér frelsaðir verða með lífi sonar hans. Nú vér erum sátt teknir. Og ekki það eitt, heldur fögnum vér í Guði fyrir drottinn vor, Jesú Krist, sem vér nú höfum öðlast sáttagjörðina fyrir. Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runnin til allra manna, að því allir hafa syndgað, því allt fram að lögmálinu var synd í heiminum, en synd tilreiknað ekki meðan, ekki lögmál. Samt sem áður hefur dauðin ríkt frá Adam til Mósi, einnig yfir þeim sem ekki höfðu syndgað á sömu lund og Adam braut, en Adam vísar til hans sem koma átti. En náðagjöfinni og misgjörðinni verður ekki jafnað saman, því að hafi hinir mörgu dái sakir þess að einn féll, því fremur hefur náð Guðs og gjöf streymt ríkulega til hinna mörgu í hinum eina manni, Jesú Kristi, sem náðagjöf Guðs. Og ekki verður gjöfinni jafnað til þess sem leiddi af synd hins eina manns, því að dómurinn vegna þess sem hinn eini hafði gjört var til sakfellingar, en náðagjöfin vegna misgjörða margra til sýknunar. Ef misgjörð hins eina manns hafði för með sér að dauðinn tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnóttir náðarinnar og gjafar réttlætisins lifa og ríkja vegna hins eina Jesú Krist. Eins og af misgjörð eins leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýni hins eina manns, þannig mun hlýni hins eina réttlæta hinna mörgu. En hérvið bættist svo lögmálið til þess að misgjörðin yrði meiri. En þar sem syndin jókst, það flóði náðin yfir enn meir. Og eins og syndin ríkti í döðunum, svo skyldi og náðin ríkja fyrir réttlæti til eilífs lífs í Jesú Kristi, drottni vorum. 7. kafli. Hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist? Fjarri fer því, við sem dóum syndinni, hvernig ættum við framar að lifa í henni? Eða vitið þér ekki að allir við sem skírðir erum til Krist Jesú erum skírðir til dauða hans? Við erum því dánir og greftrað með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir tíð föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður með honum krossfestur, til þess að líka með syndarinnar skuli engu verða, við ekki fram að þjóna syndinni. Því að sá sem dauður leystur frá syndinni. Ef við erum með Kristi dánir, trúum við því að við og munum með honum lifa. Við vitum að Kristur, uppvakinn frá dauðum, deyr ekki framar. Dauðin drottnar ekki lengur yfir honum. Með dauða sínum dó hann syndinni í eitt skipti fyrir öll,
Með lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álítiður sjálfa vera dauða syndinni, en lifandi Guði Kristi Jesú. Látið þér ekki syndina ríkja í dauðlegum líkameiðar, svo að þér áhlýðnist gindum hans. Ljáið ekki heldur syndinni limeiðar að ranglætis vopnum, heldur bjóðið sjálfa yður Guði sem lifnaða frá dauðum og limeiða Guði sem réttlætis vopn. Synd skal ekki dropna yfir yður, því ekki eru þér undir lögmáli heldur náð. Hvað þá? Eigum við að synga að því að við erum ekki undir lögmáli heldur undir náð. Fjarri fyrir því. Vitið þér ekki að ef þér bjóðið öðrum sjálfa yður fyrir þjóna og hlýðið honum, þá er þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur til syndar, til dauða eða hlýni til réttlætis. En þökk sé Guði. Þér voru þjónar syndarinnar, en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voru á val gefnir. Og þér gjörðust þjónar réttlætisins eftir að hafa verið leystið frá syndinni. Ég tala á mannlegan hátt, sökum veikleika yðar, því að eins og þér hafi boðið limi yðar, óhreinleikanum og ranglætinu fyrir þjóna til ranglætis. Svo skulu þér nú bjóða limi yðar réttlætinu fyrir þjóna til helgunar. Þegar þér voru þjónar syndarinnar, þá voru þér lausir við réttlætið. Hvað ávastu höfðu þér þá? Þá sem þér nú blygðist yðar fyrir, því að þér leiða að lokum til dauða. En nú með því að þér eru leystið frá syndinni, en eru orðin þjóna Guðs, þá hafa þér ávöxt yðar til helgunar og eilíft líf að lokum. Laun syndarinnar er dauði, en náðagjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. 7. kafli. Vitið þér ekki bræður, ég er hér að tala til þeirra sem lögmál þekkja, að lögmáli drottnar yfir manninum, svo lengi sem hann lifir. Gift kona er að lögum bundi manni sínum meðan hann lifir. En degi maðurinn er hún leyst undan lögmálinu, sem bindur hana við mannin. Því mun hún hórkona teljast ef hún að manninum lifandi verður annars manns. En degi maðurinn er hún laus undan lögmálinu, svo að hún er ekki hórkona, þótt hún verði annars manns. Eins yður, bræður mínir, þeir eru dánir lögmálinu fyrir líkama Krists, til þess að verða öðrum gefnir, honum sem var vakin upp frá dauðum, svo að vér mættum bera Guði ávöxt. Þegar við lifðum að hólsins hætti, störfuðu ástríðu syndana, sem lögmáli hafði vakið, í limum vorum, svo að við bærum dauðan ávöxt. En nú erum við leystir undan lögmálinu, þar sem við erum dánir því, sem áður hélt oss bundnum, og þjónum í nýjung anda, en ekki í finnsku bókstafs. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekki ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gyrndina, hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki gyrnast. En syndin sætti lagi og vakti mér allskins gyrnd með boðorðinu. Án lögmáls er syndin dauð. Ég lifði einu sinni án lögmáls, en boðorðið kom, lifnaði syndin við, en ég dó. Og boðorðið sem átti að verða til lífs, það reyndist mér vera til dauða. Því að syndin sætti lagi, dró mig á tálar með boðorðinu og dytti mig með því. Þannig er þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Var þá hið góða mér til dauða? Fjarri fyrir því, nei, það var syndin. Til þess að hún birtist sem synd, olli hún mér dauða með því sem gott er. Þannig skildi syndin verða yfir sig syndug fyrir boðorðið. Við vitum að lögmálið er andlegt, en ég er holdlegur, seldur undir syndina. Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil, það gjöri ég ekki, en það sem ég hata, það gjöri ég. En ef ég nú gjöri einhvern mitt það sem ég vil ekki, þá er ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. En nú er það ekki fram að ég sjálfu sem gjöri þetta, heldur syndin sem í mér býr. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja eitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil gjöri ég ekki, en hið vondans sem ég vil ekki, það gjöri ég. En ef ég gjöri það sem ég vil ekki, þá er það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Þannig reynist mér það, þá regla fyrir mig, sem vil gjöra hið góða að hið illa er mér tamast.
Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli í limum mínum, sem besta móti lögmáli hugar míns og hertegur mig undir lögmál syndarinnar í limum mínum. Ég er aumur maður. Hver mun frelsa mig frá þessum dauða hans líkama? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Svo þjóna ég sjálfur lögmáli Guðs við huga mínum, en lögmáli syndarinnar við holdinu. 8. kafli. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, að því leiti sem það mátti sín einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð. Með því að senda sín eigin son í líkingu syndus manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndinni í manninum. Þannig varð léttlætis kröfu lögmálsins fullnægt hjá oss, sem lifum ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Því að þeir sem láta stjórnast af holdinu hyggja á það sem holdsins en þeir sem láta stjórnast af andanum hyggja á það sem andans Hyggja holdsins dauði, en hyggja andans líf og friður. Hyggja holdsins fjandskapur gegn Guði, með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs, enda getur hún það ekki. Þeir sem eru holdsins menn geta ekki þóknast Guði. En þér eru ekki holdsins menn, heldur andans menn. Það sem andi Guðs býr í yður. En hafi einhver ekki anda Krist, þá sá ekki hans. Ef Kristur í yður, þá líkaminn að sönnu dauður vegna syndarinnar, en andinn veitir líf vegna réttlætisins. Ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkamiða lifandi með anda sínum sem í yður býr. Þannig erum við bræður í skuld, ekki við að holdið að lifa hætti holdsins, því að ef þér lifið að hætti holdsins, munið þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörði líkamans, munið þér lifa. Því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En þér hafi ekki fengið anda sem gjörur yður á þrælum að lifa aftur í hræðslu. Heldur hafið þér fengið anda sem gefur yður barnarétt. Í þeim anda köllum við Abba Faðir. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar. Það erfingjar Guðs. En samanfar Krist, því að við líðum við honum, til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Því að sköpunin þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin var undir orpin fallvaltleikanum, ekki sjálfvilju, heldur vegna hans sem varp henni undir hann. Ég von að jafnvel sjálf sköpunin muni vera leyst úr ánuð forgengileikans til dýrðafrelsis Guðs barna. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríði allt til þessa. En ekki einungis hún, heldur og vér, sem höfum frumgróða andans. Jafnvel vér stynjum með sjálfum oss meðan við bíðum þess að Guð gefa oss barnarétt og endurleysi líkami voran. Því að í voninni erum við hópnir orðnir. Vonir sést ekki von. Því að hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, þá bíðum við þess með þolinmæði. Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum, sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans, að hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Við vitum að þeim sem Guð elska, samverka allt til góðs, þeim sem kallað eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Því að þá sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal margra bræðra. Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, þá sem hann hefur kallað, hefur hann og réttlætt. En þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skyldi hann ekki líka gefa oss allt með honum?
Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guð signar. Hver sakvellir? Kristur Jesú sá sem dáinn og meir en það, hann upprisinn. Hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það, eða þrenging, ofsókn, hungur, eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað þín vegna erum við deittir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullis að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. 9. kafli. Ég tala sannleika í Kristi, ég lýga ekki, samviska mín vitna það með mér, upplýst af heilugum anda, að ég hef hreigð mikla og sífellda kvöl í hjarta mínu. Ég gæti óskað að mér væri sjálfum útskúfað frá Kristi, ef það yrði til heilla fyrir bræður mína og ættmenn. Ísraelsmenn, þeir fengu svonaréttin, dýrðina, sáttmálana, löggjöfina, helgihaldið og fyrirheitin. Þeim tilæra og feðurnir og af þeim Kristur kominn sem maður, hann sem yfir öllu, Guð, blessarum aldir, amen. Það ekki svo sem Guðs orð hafi brugðist, því að ekki eru allir þeir Ísraelsmenn sem að Ísrael eru komnir. Ekki eru heldur allir börn Abrahams, þótt þeir séu niðjar hans, heldur afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Það merkir, ekki eru líkamlegir afkomendur hans Guðsbörn, heldur teljast fyrirheitsbörnin sannir niðjar. Því að þetta orð fyrirheit. Í þetta mund mun ég aftur koma og þá skal Sara hafa son alið. Og ekki nóg með það. Því var líka svo farið með Rebekku. Hún var þunguð að 2 sveinum af einsmanns völdum, Ísaks föðurvors. Nú, til þess að það stæði stöðugt að ákvörðun Guðs útvaldningu væri óháð verkunum og öll komin undir vilja þess kallar. Þá var henni sagt, áður en sveinarnir voru fættir og áður en þeir höfðu aðhafðast gott eða illt. Hinn eldri skal þjóna hinum yngri, eins og ritað Jakob elskaði ég, en Ísá hataði ég. Hvað eigum við þá að segja? Guð óréttvís, fjarri fyrir því. Því hann segir við Mósi, ég mun miskunna þeim sem ég vil miskunna og líkna þeim sem ég vil líkna. Það því ekki komið undir vilja mannsins né áreynslu, heldur Guði sem miskunnar. Því í ritningunni sagt við Faraó, einmitt til þess hóf ég þig, að ég fengi sýnt mátt minn á þér og nafn mitt yrði boðað alla jörðina. Svo miskunnar hann þá þeim sem hann vill, en forherði þann sem hann vill. Þú munt nú vilja segja við mig, hvað hann þá að ásaka oss framar? Hver fær staðið gegn vilja hans? Hver ert þú, maður, að þú skuli deila á Guð? Hvort mundi smíðisgripurinn segja við smiðinn, hví gjörðir þú mig svona? Eða hefur ekki leirkerasmiðurinn leirin á valdi sínu, svo hann megi gjöra úr sama deginu, kér til sæmdar og annað til vansamdar. En ef nú Guð sem vildi sína reiði sína og auglýsa mátt sinn, hefur með miklu langlindi umborið kér reiðinnar, sem búin til glötunar, og ef hann hefur gjört það til þess að auglýsa ríkdóm dýrðar sinnar á kérum miskunnarinnar, sem hann hafði fyrir hann búið til dýrðar. Slík hér mér sem hann hefur kallað, ekki aðeins úr flokki gyðinga heldur úr flokki heiðingja. Eins og hann líka segir hjá Hósea, líð sem ekki var minn mun ég kallaði minn, og þá elskaða sem ekki var elskuð. Og á þeim stað þar sem við þá var sagt, hér ekki minn líður, þar munum þeir verða kallaði synir Guðs lifanda. En Jesaja hrópar yfir Ísrael. Þó tala Ísrael svona væri eins og sandur sjávarins, þá skulu leifar einar frelsaði verða. Drottinn mun gjöra upp reikning sinn á jörðinni, binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Og eins hefur Jesaja sagt, ef Drottinn hersveitana hefði ekki látið oss eftir niðja, værum við orðin eins og Sódóma, við værum líkir Gómóru. Hvað eigum við þá að segja?
Heiðingjarnir sem ekki sóttust eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti. Réttlæti sem af trú. En Ísrael sem vildi halda lögmál veitt gæti réttlæti náði því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætlu sér að réttlætast með verkum en ekki af trú. Þeir hnutu ásteytingasteinin eins og ritað Sjá ég set í Síón ásteytingastein og hrösunarhellu. Sérhver sem á hann trúir mun ekki verða til skammar. 10. kafli. Bræður, það hjartans ósk mín og bændi Guðs að þeir megi hópnin verða. Það ber ég þeim að þeir eru kassfullir Guðs vegna en ekki með réttlætum skilningi. Með því þeir þekki ekki réttlæti Guðs og leitast við að koma til vegar eigin réttlæti, hafa þeir ekki gefið sig undir réttlæti Guðs. En Kristur endalok lögmálsins, svo að nú réttlæti sérhver sá sem trúir. Því að Móse ritar réttlætið sem lögmáli veitir. Sá maður sem breytir eftir lögmálinu mun lifa fyrir það. En réttlætið af trúnni mælir þannig. Segð þú ekki í hjarta þínu, hver mun fara upp í himinin? Það til að sækja Krist ofan, eða hver mun stíga niður í undirdjúpið? Það til að sækja Krist upp frá dauðum. Hvað segir það svo? Nálægt þér orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það orð trúarinnar sem ég predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvækið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Ekki munur á gyðingi, grískum manni, því hinn sami drottinn allra, fullríkur fyrir alla þá sem ákalla hann. Því að hver sem ákalla hann af drottins mun hólpin verða, en hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fóttak þeirra sem færa fagnaðarbúðin góðu. En þeir hlýddu ekki allir fagnaðarindinu. Jesaja segir, Drottinn, hver trúði því sem við boðuðum? Svo kemur þá trúin af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega. Raust þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar. Og ég spyr, hvað skildi Ísrael það ekki? Fyrst segir Móse, vekja vil ég yður til afbrýði gegn þjóð sem ekki þjóð. Egna vil ég yður til reiði gegn óvituri þjóð. Og Jesaja svo djarfmótla að segja, ég hef látið þá finna mig sem leituð mín ekki. Ég orðin augljós þeim sem spurðu ekki að mér. En við Ísrael segir hann, allan daginn breyti ég út hendur mínar móti óhlýðnum og þverbrotnum líð. 11. kafli. Ég spyr nú, hefur Guð úrskúfað líð sínum, fjarri fer því? Sjálfur ég Ísraelsmaður af kyni Abrahams, ættkvísl Benjamíns. Guð hefur ekki úrskúfað líð sínum sem hann þekkti fyrirfram. Eða vitið þér ekki hvað ritningin segir í kaflanum Elía, hvernig hann kemur fram fyrir Guð með kæru á hendur Ísrael. Drottinn, spámenn þína hafa þeir drepið og rifið niður ölturu þín og ég eitt skilin eftir og þeir setja líf mitt. En hvaða svær fær hann þá hjá Guði? Sjálfur mér hef ég eftir skilið 7000 manna sem hafa ekki beygt hné fyrir Baal. Svo eru þá líka á vorum tíma leifar orðnar eftir sem Guð hefur útvalið af náð. En ef það af náð, þá það ekki framar af verkum, annars væri náðin ekki framar náð. Hvað þá? Það sem Ísrael sækist eftir, það hlotnaðist honum ekki, en hinum útvöldu hlotnaðist það. Hinur urðu forhertir eins og ritað Guð gaf þeim sljóan anda, augu sem sjá ekki, eyrun sem heyra ekki. Allt fram á þennan dag. Og Davíð segir, verði borðhald þeirra snara og gildra, til falls til hegningar þeim. Blindist augu þeirra til þeir sjá ekki og gjör bak þeirra bogið aldur. Þá spyr ég,
Hvort trösuðu þeir til þess að þeir skyldu farast? Fjarri fer því, heldur hlotnaðist heiðingjunum hjálpræðið að falli þeirra til þess að það skyldi vekja þá til afbrýði. En ef fall þeirra er heiminum auður og tjón þeirra heiðingjum auður, hver miklu fremur þá ef þeir koma allir. En við yður, þér heiðingja, segi ég, að því leiti sem ég er postuli heiðingja, veksa mig í þjónustu mína. Ég gæti eftir vil vakið afbrýði hjá ættmönnum mínum og frelsað einhverja þeirra. Því ef það varð sáttagjörð fyrir heiminn, að þeim var hafnað, hvað verður þá upptaka þeirra annað en líf af dauðum? Ef frumgróðin er heilagur, þá er einnig degið það, og ef rótin er heilug, þá er einnig greinarnar það. En þótt nokkrar af greinunum hafi verið brotnar af, og hafir þú sem erst villi olífuviður verið græddur inn á meðal þeirra, og sérst orðin hlutakandi með þeim í rótarsafa olíuviðarins, þá stærð þig ekki gegn greinunum. Ef þú stærið þig, þá vit að þú berð ekki rótina, heldur rótin þig. Þú munst þá segja, greinarnar voru brotnar af til þess að ég er þig græddur við. Rétt er það. Fyrir sakir vantrúarinnar voru þær brotnar af, en vegna trúarinnar stendur þú. Hreyktu þér ekki upp, heldur óttast þú. Því að hafi Guð ekki þyrmt hinum náttúrlegu greinum, þá mun hann ekki heldur þyrma þér. Sjá því gæsku Guðs og strangleika við þá sem fallnir eru, en gæsku Guðs við þig, ef þú stendur stöður í gæskunni, annars verður þú einnig af höggvin. En hinir munu og verða græddir við, ef þeir halda ekki áfram í vandrúnni, því að megnugur er Guð þess að græða þá aftur við. Þú varst höggvin af þeim olíuviði sem eftir eðli sínu var villiviður, og eftir gegn eðli náttúrunnar græddur er ræktan olíuvið. Hve miklu fremur munu þá þessar náttúrlegu greinar verða græddar við eigin olíuvið. Ég vil ekki bræði mínir að yður séu ókunnugt þennan leyndardóm, til þess að þér skuluð ekki með sjálfum yður ætlaðið hygna. Forherðing er komin yfir nokkurn hluta af Ísrael og varir þangað til heiðingjarnir allir komnir inn, og þannig mun allur Ísrael frelsar verða eins og ritað er. Frá Sían mun frelsarinn koma og útrýma guðleysi frá Jakob, og þetta er sáttmáli minn við þá, þegar ég tek burt syndir þeirra. Í ljósi fagnaðarindsins eru þeir óvinnur Guðs vegna yðar, en í ljósi útvalningarinnar elskaðir saki feðrana. Guð yður er ekki náð að gefa sinna og kollunar. Þér voru fyrrum óhlýðnu Guði, en hafi nú hlotið miskun vegna óhlýðni þeirra. Þannig hafa þeir nú líka orðið óhlýðnir, til þess að einnig þeim mætti miskuna verða, fyrir miskun þá sem yður er veitt. Guð hefur gefið alla óhlýðninni á vald til þess að hann geti miskuna öllum. Hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs. Hversu órannsakandi dómar hans og óreikjandi vegir hans. Hver hefur þekkt huga drottins, eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Hver hefur að fyrrabræði gefið honum, svo að það eigi að verða honum endurgoldið? Því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. 12. kafli. Því brýni ég yður bræður að þér, vegna miskunnar Guðs, bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkun af yðarhendi. Hegðu þér eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjingu hugafarsins, svo þeir fá að reyna hvers ég vilji Guðs, við góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn í þann mæli trúar sem Guð hefur úthlutað honum. Þér höfum að einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Einsinnum ég þótt margir séum, einn líkami í Kristi, en hver sig annars limir. Þér höfum margvíslegar náðargjafir, eftir þeirri náð sem oss er gefin. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í hlutfalli trúna. Sé það þjónusta, skulum við þjóna. Sá sem kennir, hann kenni. Sá sem áminnir, hann áminni. Sá sem útbyttir gjöfum, gjör það einlægni. Sá sem veitir forstuðu, sé kostgæfin, og sá sem iðkar miskunnsemi, gjör það með gleði.
Elskan sé flærðarlaus. Hafið anstig á hinu vonda en haldið fastið við góða. Sýni hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrir til að veita öðrum virðing. Verið ekki hálfvolkir í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni, verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfestir í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, stundið gestrisni. Blessið þá ofsakeyður, blessið þá en bölvið þeim ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra, feikið yður ekki, en haldið yður hennum lítimótilegu. Ætlið yður ekki hygna með sjálfum yður, gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt fyrir á sjónum alla manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það er und og á eða valdi. Hernið ekki sjálfir, þér elskaðir. Þetta lofið hinni refsandi reiði Guðs að komast að. Þegar ritað mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að éta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gjöra þetta, safnar þú glóðum elds á höfuð honum. Láta ekki hið vonda yfirbuga þig, heldur sigrað þú illt með góðu. 13. kafli. Sér hver maður hlýðir þeim yfirvöldum sem hann er undirgefinn. Því ekki neitt yfirvald til nema frá Guði. Og þau sem til eru, þau eru skipuð af Guði. Sá sem veitir yfirvöldunum mótstöðu, hann veitir Guðs tilskipun mótstöðu, og þeir sem veita mótstöðu munu fá dóm sinn. Sá sem vinnur góð verk þarf ekki að óttast valsmennina, heldur sá sem vinnur vond verk. En viljið þú eigi þurfa að óttast yfirvöldin, þá gjör það sem gott og muntu fá loftir af þeim. Því að þau eru þjónn Guðs þér til góðs, en ef þú gjör það sem illt þá skaltu óttast. Yfirvöldin ber ekki sverðið ófyrir synju. Þau eru Guðs þjónn, hegnari til refsingar þeim aðheftið illa. Þess vegna er nauðsynlegt að hlýðnast, ekki einungis vegna hegningarinnar, heldur og vegna samviskunnar. Einmitt þess vegna gjaldið þér og skatta, því að valsmennirnir eru Guðs þjónar sem annast þetta. Gjaldið öllum það sem skylt þeim skatt sem skattur ber, þeim toll sem tollur ber, þeim ótta sem ótti ber, þeim virðing sem virðing ber. Skuld ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast, og hvert annað boðorð er innifalið þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gjörur ekki náungunum ein, þess vegna er kærleikurinn fylling lögmálsins. Gjörið þetta því heldur sem þér tekki tíman, að þið eru mál að rísa af svefni, því að nú er á sjálfbræði nær, en þá ef ég tókum trú. Liðir á nóttina og dagun er í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertíum ljósins. Fram göngum sómasamlega eins og á degi, ekki í ofatinni og af drykju, ekki í sörlífinni svalli, ekki í þrætunni öfund. Íklæðist heldur drottni Jesú Kristi og alið ekki önn fyrir holdinu svo að það verði til að æsa gyndir. 14. kafli. Takja þér hennu óstyrku í trúnni án þess að leggja dóm á skoðanir þeirra. Einn er þeirra trúar alls megi neita, en hinn óstyrki neitir einungis jurtafæðu. Sá sem neitir kjöts fyrirlít ekki hinn sem lætur þess ónýtt og sá sem lætur þess ónýtt dæmi ekki þann sem neytir þess, því að Guð hefur tekið hann að sér. Hver ert þú sem dæmir annars þjón? Hann stendur og fellur herra sínum, og hann mun standa því að megnugur er drottinn þess að láta hann standa. Eitt gjörir mun á dögum, en annað metur alla daga jafna. Sjökkur hafi öruga sannfæringu í huga sínum. Sá sem tekur tillit til daga, gjörir það vegna drottins. Og sá sem neytir kjöts gerir það vegna drottins, því að hann gjörir Guði þakkir. Sá sem lætur ónýtt, hann lætur ónýtt vegna drottins og gjörir Guði þakkir. Því að enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér.
Ef ég lifum, lifum ég drottni, og ef ég deyjum, deyjum ég drottni. Hvort sem ég þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og var aftur lifandi, hann skyldi drottna, bæði yfir dauðum og lifandi. En þú, hví dæmir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrirlitur þú bróður þinn? Allir munum mér verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Því að ritað er, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottin, fyrir mér skulu öll hné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Því skal þá sér hver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfan sig. Dæmum því ekki fram að hver annan. Ásetið öllu heldur að verða bróðir yðar ekki til ástendingar að fals. Ég veit það og er þess fullviss að því að ég lifi í samfélag við drottin Jesú, að ekkert er vanheilagt í sjálfu sér, nema þá þeim sem heldur einhvað vanheilagt. Honum er það vanheilagt. Ef bróðir þinn hryggist sökum þess sem þú etur, þá ertu komin af kærleikans braut. Hrynd ekki með matínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Látið því ekki góða sem þér eigið verða fyrir lasti, því að ekki Guðs ríki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda. Hver sem þjónar Kristi á þann hátt, hann er Guði velþóknanlegur og vel metinn manna á meðal. Keppum þess vegna eftir því sem til friðarins heyrir og til hinnar sameiginlegu uppbyggingar. Brjóttu ekki niður verk Guðs vegna matar. Allt er að sönnu hreint, en það er þó illt þeim manni sem etur öðrum til ásteytingar. Það er rétt að eta hvorki kjöt, né drekka vín, né gjöra niss sem bróðir þinn steyti sig á. Halt þú þeirri trú sem þú hefur með sjálfum þér fyrir Guði. Sæll er sá sem þarf ekki að áfella sig fyrir það sem hann velur. En sá sem er efablandinn og etur þó, hann er dæmdur af því hann etur ekki af trú. Allt sem ekki er af trú er synd. 15. kafli. Skylt er oss hinum styrku að bera veikleika hinna óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Sér hver af oss hugsi náungan og það sem honum er gott. Og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki sjálfan sig, heldur eins og ritað er, last yrði þeirra sem löstuðu þig, lentu á mér. Allt það sem áður er ritað oss til uppfræðingar, til þess að við fyrir þolgæði og huggun ritningana héldum vonvori. En Guð sem veitir þolgæðið og huggunina gefi yður að vera samhuga að vilja Krist Jesú. Til þess að þér allir saman einum munni veksa með Guð og Föður, drottinn vors Jesú Krist. Takið því hver annan að yður, eins og Kristur tók yður að sér, Guði til dýrðar. Ég segi að Kristus sé orðin þjónn hinna umskotnu til að sýna orðhelning Guðs, til þess að staðfesta fyrirheitin sem feðrunum voru gefin. En heiðingjarnir veksa með Guð saki miskunnar hans, eins og ritað er, þess vegna skal ég játa þig meðal heiðingja og lofsengja þínu nafni. Og enn segir, fagnið þér heiðingjar með líð hans, og enn lofið drottin allar þjóðir og veksa með hann allir líðir. Og enn segir Jesaja, koma mun rótarkvistur Ísai, og sá er rís upp til að stjórna þjóðum, á hann munu þjóðurnar vona. Guð vonarinnar fylliður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séð auðugir af voninni í krafti heilags anda. En ég er líka sjálfur sannfærður yður bræður mínir, að þér og sjálfur eru fullið góðgirni, auðgæðir alls konar þekkingu og færir að áminna hver annan. En ég hef sumstað ritað yður fullt djarflega til þess að minna yður á sitthvað. Ég hef gjört það vegna þess að Guð hefur gefið mér þá náð að vera helgiþjónn Krist Jesú hjá heiðingjunum og inn af hendi prestþjónustu við fagnaðarendi Guðs. Til þess að heiðingjarnir mætti verða Guði vel þóknarleg fórn, helguð af heilugum anda. Ég hef þá fyrir samfélag mitt við Krist Jesú það, sem ég get hrósað mér af, starf mitt í þjónustu Guðs,
Ekki mun ég dirfast að tala neitt annað en það sem Kristi hefur látið mig framkvæma til að leiða heiðingjana til hlýðni með orði og verki, með krafti tákna og undra, með krafti heilags anda. Þannig hef ég lokið við að flytja fagnaðerindið Krist frá Jerúsalem og allt í kring til Illíríu. Það hefur þannig verið metnaður minn að láta fagnaðerindið óboðað þar sem Kristur hafi áður nefndur verið, til þess að ég byggði ekki ofan á grundvelli annars. Alveg eins og ritað þeir skulu sjá sem ekkert var hann sagt, og þeir sem ekki hafa heyrt skulu skilja. Því það að mér hefur hvað eftir annað verið meina að koma til yðar. En nú á ég ekki lengur neitt ógjört á þessum slóðum, og mér hefur auk þess í mörg ár langað til að koma til yðar. Þegar ég færi til Spánar, ég vona að ég fá að sjá yður ég fer hjá yður, og að þér búið ferð mína þangað, ég fyrst hef nokkurn veginn fengið nægju mína hjá yður. En nú fer ég á leið til Jerúsalem til að flytja hinum heilugu hjálp. Því að Makedónía og Akea hafa ákveðið að gangast fyrir samskotum handa fátæklingum meðal hinna heilugu í Jerúsalem. Sjálfur ákveða þeir það, enda þeir í skuld við þá. Fyrst heiðingjana hafa fengið hlutdeild í andlegum gæðum þeirra, þá þeim óskylt að fulltingja þeim í líkamlegum efnum. En þegar ég hef lokið þessu og tryggilega afhent þeim þennan ávöxt, mun ég fara hjá yður til Spánar. En ég veit að þegar ég kem til yðar, mun ég koma með blessum Krist í fullum mæli. En mikilega býð ég yður bræður fyrir sakir drottins vors Jesú Krist og fyrir sakir kærleika andans, að þér stríðið með mér með því að biðja til Guðs fyrir mér. Til þess að ég frelsis frá hennum vantrúðu í Júdeu og hjálpin sem ég fer með til Jerúsalem verði vel tegin af hennum heilugu. Þá get ég, ef Guð lofar, komið til yðar með fögnuði og endurhest ásamt yður. Guð friðans sé með yður öllum. Amen. 16. kafli. Ég fel yður á hendur Föbe, systur vora, sem þjótt safnarins í Kenkríu. Veiti henni viðtöku í drottni eins og heilagum hæfir og liðsinni henni í hverju því sem hún þarf yðar við, því að hún hefur verið bjargvættur margra og mín sjálfs. Heilsi Prisku og Akvílasi, samverkamönnum mínum í Kristi Jesú. Þau hafa stofnað lífi sín í hættu fyrir mig, og fyrir það votta ég þeim ekki einn þakkir, heldur og allir söfnuður meðal heiningjana. Heilsið einnig söfnuðunum sem kemur saman í húsi þeirra. Heilsið Epainetusi, mínum elskaða, sem frumgróði Asíu, Kristi til handa. Heilsið Maríu, sem mikið hefur erfiðað fyrir yður. Heilsið Andróíkusi og Júníasi, ættmönnum mínum og sambandingjum. Þeir skara fram úr með apostolana og hafa undan mér gengið Kristi á hönd. Heilsið Ampliatusi, mínum elskaði drottni. Heilsið Urbanusi, samverkamanni vorum í Kristi, og Stagísi, mínum elskaða. Heilsið Appellesi, sem hefur reynd hæfur í þjónustu Krist. Heilsið heimilismönnum Aristóbúls. Heilsið Herodíon, ættingja mínum. Heilsið þeim á heimili Narkissusar, sem tilheyra drottni. Heilsið Trífænu og Trífósu, sem hafa lagt hart á sig fyrir drottin. Heilsið Persis, hinni elskuðu, sem mikið hefur starfað fyrir drottin. Heilsið Rúfusi, hinnum útvalda í drottni, og móður hans, sem ég einnig móður. Heilsið Asynkritusi, Flegon, Hermes, Patróbasi, Hermasi og bræðrunum sem hjá þeim eru. Heilsið Fílólogusi og Júlíu, Nerefs og systur hans, og Ólimpasi og öllum heilugum sem með þeim eru. Heilsið hver öðrum með heilugum kossi, allir söfnuði Krist senda yður kveðju. Ég áminni yður bræður, að hafa gát á þeim, vekja sunduþykju og tæla frá þeirri kenningu sem þér hafið numið. Sneiðið hjá þeim, því að slíkir menn þjóna ekki drottni vorum Kristi, heldur eigin maga, og með blíðmælum og fagurgala blekkja þeir hjörtu
reglursa manna. Hlýðnið er alkunn orðin, því gleðst ég yfir yður og ég vil að þér séuð vitrir í því sem gott er, en einfaldir í því sem illt er. Guð friðarins mun bráðlega sundrumóla Satan undir fótum yðar. Náðin drottins vors Jesú Krist sé með yður. Tímóteus, samverkamaður minn, Lúkius, Jason og Sósipater, ættmenn mínir, biðja heilsa yður. Ég, Tertius, sem hefur ritað bréfið, biðja heilsa yður í drottni. Gaius, sem lagði mér og öllum söfnunum hús, biðja heilsa yður. Erastus, gjaldkeri borgarinnar, og bróðir Kvartus, biðja heilsa yður. Honum sem megnar að styrkja yður með fagnarerindinu sem ég boða og í predikunum Jesú Krist, samkvæmt opinberun þess leyndardóms, sem frá eilíðum tíðum hefur verið dulinn. En nú er opinberaðar og fyrir spámannlega ritningar eftir skipun hins eilífa Guðs. Kunngjörður öllum þjóðum til að vekja hlýðni við trúna, honum einum alvitrum Guði, sé fyrir Jesú Krist dýrð aldir alda. Amen.